Áfram höldum með föstudagsþáttinn og nú komið að máli málanna. Það eru mokstur á götum bæjarins og til mín kominn Finnur Aðalbjörnsson, velkominn. Já, takk. Hvernig hefur það? Svart 3 tíma? Já, ég bara nývaknaður sko, þannig. Það bilað álag á ykkur núna, snjór upp alla veggi og í gær voru til dæmis bara allir heima og þið fengu næði en það aðeins öðruvísi í dag. Já, við gátum mokað svona flest alla stofnbrautirnar í gær sko, og alltaf mjög margir að moka. Þurftu ekki að moka þær aftur og aftur, það snjóaði svo mikið? Jú, það er þetta hreins þær aftur og aftur, en vestan var náttúrulega að byrja, skilur, það var 50-60 cm harpakkað onni í öllum göttunum sko. Og það þýðir ekki bara íta í gegn, það þarf að taka snjóinn jafnóðum? Já, á stofnbrautunum verður að taka þetta bara í burtu þegar það er ekkert pláss. Nei. Hvað maður til dæmis lengi, með eins og í gær, hvað maður lengi að opna stofnbrautir? Bara svo maður átti sig á umfanginu. Er það eitthvað hægt að segja það? Sko, þetta er náttúrulega svo margþætt. Það eru svona stóri bílar sem fara með tönn sko til að halda vegunum eiginlega opnum. En það er eiginlega bara svo að sé hægt að stinga í gegn og þú veist... Og hleypa kannski sjúkrabíl eða löggubíl? Já, og þú veist, þetta er svona... Þeir haldi sér svona semi-opnu sko. En svo kemur náttúrulega að því að það þarf að moka götuna af því að þeir tróða náttúrulega onni í götunar og þú veist, eins og menn hafa örugglega varið að kemur fullt af hólum og dóti í þetta sko. Það verður bara illfært. En súrhreinsun tekur marga daga, væntanlega. Já. Er eitthvað byrjað á íbúðagötum núna? Nei, ég held það er ekki byrjað að moka einustu íbúðagötu. Hefði kannski átt að gefa út í morgun svona sem á, nú er 50. morgun sko þegar þessi þáttur er tekinn, svona bara ekki verið heima hjá okkur en látið bílana eiga sig. Já, það hefði verið frábært sko. Er það ekki? Jú, af því að þú veist, í gær var þetta bara flott og fínt að moka og mokstur gengur miklu hraðar yfir sér þegar fólk er ekki að þvælast á bílunum sín. Þvælast á bílunum fyrir okkur sem erum að reyna að gera ykkur lífið betra sko. Það hefði kannski mátt koma einhvers staðar frá. Er það þá Akureyrar bær sem hefði átt að gefa það út bara geymiði bílana, labbiði, takiði gönguskíði eða bjargiði ykkur einhvern veginn? Já, annarkvort bærinn eða bara lögreglan sko. Þú veist, menn hlusta nú kannski bara meira á lögregluna heldur en á einhverja embættismenn á skrifstofunni sko. En ætli þurfi eitthvað meira til, veistu hvernig það er? Löggan kannski gerir ekkert svona að gamni sínu? Nei, ég held ekki sko. Það var náttúrulega bara gríðarlegt álag á lögreglunni og öllum björgunarsveitunum út af alls konar málu sem komu bæði þú veist, minniháttamálum og mjög alvarlegum málum í gær sko. Og það var verið að fá ránaðar rafstöðvar út allt hjá öllum verktökum til að, þú veist, fara með út á bæina og þú veist, koma að hita í hús og... Bjarga mjólkubændum kannski. Já, mjólkubændum og bara, þú veist, þeir eru ekki búin að sofa mikið allavega. Nei. Og svo er þessi snjór alls ekkert einhvern veginn, hann er svo þungur og blautur, er þetta ekki bara það versta sem að... Jú, þetta er bara svona svipað eins og kom fyrir ári síðan. Rennandi blautur þungursnjór, þetta er að versta sem við getum fengið sko. En nú er dagurinn bara að byrja, það er hádegi núna og þið haldið bara áfram að moka það. Þið eru ekki einu verktakarnir, þetta eru margir verktakar sem eru að þessu fyrir Akureyrarbæ? Já, það eru margir verktakar sem eru að moka. Þið eru kannski langstærstir, ekki satt? Nei, ég er ekki viss það. Jú, kannski svona, þú veist, þetta er svona, kannski... Með 30 manns í vinnu, það ekki? Já, fasta 30 manns sko. Og það eru svona 16-17 að moka í einu sko. Ég með 16 snjómokstustæki. Og er það 16 sem moka og svo aðri 16 með vöruflutningabíla eða svona 16 samtals? Þetta er að því að sumi þessi mokstustæki eru sko fjölhæf þegar bæði þetta flytja snjóaðum og moka. Þannig að þetta er alveg stundum pínu brasa púslega öllu saman sko. Og svo maður búin að gera eitthvað geðveitt plan fyrir daginn og það er kannski búið að breyta því 10 sinnum á að dagurinn er búinn. Þú veist, við erum sendir eitthvað að redda einhverju þarna sem er neyðar aðkandalli og eitthvað þá fer allt í mess en þú veist, það eru samt rosalega margir að moka sko. Stórir og smáir og þeir sem eru eitthvað að pirra sig við sinni íbúðagötu, þeir ekki bara aðeins að draga andann djúpt og hugsa bara að það mikilvægast er að halda stofnleiðunum og þessum neyðar samgöngum í rauninni opnum og hitt getur ekki alveg verið svo mikið stress. Nei, svo bara leið og strætóleiðina verða konur á þú veist, á stað og strætó fyrir að ganga, þá eiga menn bara að fara að taka strætó sko. Þetta er ekkert vesen sko. Labbaðu bara, þú veist, 500 metrur út úr strætóstöð og taktu strætó. Þú veist, í staðan fyrir að vera festa bílinn í íbúðagötunni og skilja hann eftir og við þurfum að fara að draga hann og þetta tefst allt og þú veist.
þetta er, já. Þetta er ekki flókið. Eitthvað svona upplifun svona núna sem þú lendir í gær eða í fyrradag sem að vilt deila með okkur, eitthvað svona sérstætt sem að kom fyrir, öðruvísi eða hvað? Er þetta bara alltaf sami slagurinn? Já, þú veist, ég hef oft óskað þess að vera með falda myndavél, sko. En sko, langflestir íbúar og langflestir, þú veist, hafa gott umburðarlyndi yfir þessu, sko. Og eru bara þakkláttir fyrir einhvers konar standi í þessu? Já, þakklátir og þú veist, bara, þú veist, en maður fær alltaf einn og einn svona, já, ég ætla ekki að segja það. Nei, en hérna, einn sem kann sig ekki. Já, þú veist, menn geta alveg tapað sér, sko, í þessu, sko, og hérna, þetta, maður bara brosir af þessu, sko. Já. Ég ætla ekki að tefja þið meira, Finnur, því þau eru að fara út á moka og bara spurningin hvort þetta hefst í dag eða er þetta bara næstu dagar sem að íbúðagötur fara eitthvað að vera þærar? Það verður kannski eftir að byrja á einhverjum íbúðagötum á morgun, sko, held ég. Og er eitthvað svona kort til yfir? Hvað er mikilvægast? Hvernig byrjið alltaf á sama stað eða er þetta bara... Já, þetta við byrjum yfirleitt á sama stað, menn fá úthlutað ákveðnum hverfum, sko, hverjir verktakar, sjá þessi hverfi. Já. Svo er náttúrulega bara, þú veist, þetta er náttúrulega, snjómóttursmenn eru alveg, þú veist, þeir eru engin undantekning frá öðru fólki, sko. Það er alveg til snjómóttursmenn hérna í bænum sem eiga bara ekkert að vera að moka snjó, sko. Já, ég skil. En svo er náttúrulega til alveg, þú veist, afburðamenn. Þetta er bara svo var í háskóla. Já, þetta er kunst. Þú ætti að vita hvað þú ert að gera. Þú ferð ekki á kaupir bara einhverja hjólaskóflu og ferð að moka snjó, sko. Nei, væntanlega ekki. Það varst kannski bara hættulegur. Það var alveg hægt að hafa hérna svona þáttum, svona fyndnar fjölskyldumyndir, sko. Já. Eða fyndnar snjómóttursmyndir. Hefurðu náð að taka eitthvað upp svona? Áttu eitthvað í sarpinu? Nei, jú, kannski. Við getum talað það seinna. Já, við talum það seinna, skilur við. En takk kærlega fyrir að koma, Finnur, og gangi ykkur svakalega vel að koma öllu í samt horf hérna innan bæjarins. Ok, takk fyrir. Takk.